Góðan daginn bæjarfulltrúar, bæjarritari og aðrir embættismenn sem hér komin saman í sal á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar. Ég býð ykkur velkomin á 320. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Fundurinn tekinn upp og strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég óska hér upphafi fundar eftir afbrigðum frá boðaðri dagskrá til að taka inn á dagskrá undir almenn mál lið útgáfu skuldabréfs að fjárhæð 64 milljónum króna vegna lántöku hjá ofanflóðasjóði. Ef enginn hreyfir við því andmælum og svo virðist ekki vera þá verður þessi liður bætt við hér til samþykkis. Dagskrá fundarins í dag eftirfarandi. Það eru fundargerðir bæjarráðs númer 720 og 730. Þær eru verið bornar upp saman til samþykkis ef enginn veiti því andmælum. Fundargerðir eignaskipulags- og umhverfisnefndar númer 297 og 298. Þær eru verið einnig bornar upp saman ef enginn veiti því andmælum. Fundargerð hafnarstjórnar númer 268. Fundargerð fræðslunefndar númer 103. Fundargerð félagsmálanefndar númer 147 og fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 92, fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 41 og fundargerð barnaverndarnefndar númer 133. Þá göngum við til dagskrár og bæti við einum lið almenn mál. Það sem sagt útgáfu skuldabréfs vegna lántöku hjá ofanflóðasjóði. En þá göngum við til dagskrár og fyrsta á dagskrá eru fundargerðir bæjarráðs númer 729 og 730 sem eins og áður sagði verið bornar hér upp saman til samþykktar enginn veiti því andmælum og orðið listum þessa fundargerðir. Sigurður Ólafsson formaður bæjarráðs hefur orðið gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarstjóri, ágæti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Með leyfi forseta að fara bara yfir örfá mál. Þessi fundir náttúrulega hafa mikið snúist vinnu við félagsvarnargerð. Hún gengur bara ágætlega og útlitið bara alveg sæmilegt. Tekjustreymi hjá okkur mjög heilbrigt og komandi loðnuvertíð náttúrulega kemur sér vel fyrir okkur. Þannig að við þetta gengur ágætlega og lítur sæmilega út en við getum ekkert úttalað okkur það hér og nú í neinum smáatriðum og við tökum fyrir umræðu fjárhagsvaktin hér á næsta bæjarstjórnarfundi. En vinnunni miðar bara vel. Aðeins liður 1.10. Við fengum styrk úr fiskeldissjóði eða úthlutun öllu heldur. Að upphæð 42,5 milljón rúmlega sem mun renna í framkvæmdir við leikskólan Dalborg á Eskifirði og þetta náttúrulega mjög gleðilegt að við fáum fjármagn í tengsli með nýja iðnað í okkar samfélagi og bara gleðilegt og vonandi forsmekkurinn í því sem koma skal. Ég vil enda taka undir með grein Gauta Jóhannessonar þetta mál. Þar að segja að það væri nú kannski farsælla að við værum að fá hlutfall af þessum tekjum sem að greinin skilar, þannig að það færu ekki inn í sjóð og við þurftum svo að koma með betlistafinn og biðja fjármagn inn í ákveðin verkefni. Heldur væri okkur treyst til þess að útdeila þessu fjármagni sjálf til að mæta þeim þörfum sem að þessi nýi iðnaður að skapa í samfélaginu fyrir uppbyggingu. En gleðilegt að fá þennan pening og það þetta hið besta mál. Og næsti liður svo, númer 111, það eru frekari styrkir. Við fengum styrk frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu vegna nýs leiðakerfis almenningssamgangna og fengum það einhverjar 8 milljónir, þannig að við erum alltaf að græða og það bara hið besta mál. Þá það fundargerð 730. Það var bent á að þetta verið svolítið flott fundanúmer og
og við hefum átt að panta brauðtertu í tilefni dagsins en það var nú ekkert úr því. En það liður 2.12 trjákurl til húshitunar, við höfum talað um þetta hérna áður, en það sem sagt, við höfum búin að afgreiða samningsdrög við Tandra Orku EHF uppsetningu og rekstur á kyndistöð sem að nýtir afgangshráefni úr framleiðslu hér í heimabyggð fyrst og fremst og hráefni af svæðinu og og það mjög spennandi verkefni og auðvitað í takt við pælingar hringrásarhagkerfi að nýta það sem að til fellur og þetta tilraunaverkefni til 1 árs og felur í sér óverulegan kostnað fyrir okkur og áhugavert að sjá hvernig þetta kemur út. Þannig að þetta spennandi mál. Svo það liður 2.13 götulýsingu við Heydali. Það kom beiðni það frá sóknarnefnd Heidalasóknar að við myndum annast uppsetningu á lýsingu á bílastæði við kirkjuna og sjáum að greiða rafmagnskostnað vegna lýsingar í framtíðinni. Og þó maður sýni fjárskorti sóknarnefnda skilning og það ljóst að það ekkert auðvelt mál að reka kirkjur þá var talið þetta væri ekki hlutverk sveitarfélagsins að taka þátt í þessum kostnaði þannig að þessu var hafnað en vonandi nær sóknarnefnd að sækja þessa peninga í prestsetrasjóð eða eitthvað annað. Fleira var það ekki í bili. Það funda orðið laust og Ragnar Sigurðsson bæði fulltrúi að biðja orðið. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar varðandi fundi gerð bæjar á 729 og 730 þá eins og Sigurður kom inn á unnið í starfs- og fjárhagsáætlunum bæði inn í bæjaráði, sviðum og nefndum þessa dagana og eðli málsins samkvæmt tekur það mest okkar tíma þessa dagana og rétt eins og Sigurður kom hér inn á og þá er ýmis jákvæð teikn á lofti og sem styður þá við þau markmið sem við höfum sett okkur í starfs- og fjárhagsáætlun gerð að við náum hér hallalausum rekstri á næsta ári án þess að fara í frekari lántökur og það auðvitað krefst ákveðnar forgangsröðunar en í ljósi aukinnar tekna meðal annars vegna loðnu að þá ekkert því til fyrirstöðu að það ætti að takast og ég held að það verði raunin og bind vonir við það og varðandi 1.10 42 milljónir sem að koma þar úr fiskeldissjóði og fara í uppbyggingu leikskólans á Eskifirði og þarna enn ein jákvæð tíðindin sem að hafa komið og áhrifin af fiskeldinu sem fáum inn í þetta sveitarfélag og það búist við því að tekjur þessa sjóðsmuni aukast á næstu árum bara með aukinni framleiðslu og þess vegna og þar að leiðandi eykst auðvitað útgjöldin, þetta verða hærri upphæðir ef allt gengur eftir og þess vegna einmitt mjög brýnt eins og Sigurður kom inn á og vitnaði í grein Gauta Jóhannessonar varðandi það að þessi sjóður verði einfaldlega lagður niður og við fáum bara þá hlutdeild sem okkur ber í þeirri framleiðslu sem að verður til hér í sveitarfélaginu. Þessi sjóður einfaldlega afar einkennilegur að það sé skipaður sjóður af fólki sem ég kemur ekki frá þeim sveitarfélögum sem að gæta áhrifa af fiskeldinu. Þeim ætlað að úthluta fjármunum til þeirra sveitarfélaga sem að búa við fiskeldi og þarna einfaldlega bara verið að gera einfaldan hlut mjög flókin og ætti að vera og mér sýnist nú vera bara samhljómur meðal ansi margra flokka það að við fáum bara þá hlutdeild
sem er sem er svona miða við þá framleiðslu sem að fer fram í sveitarfélaginu. Varðandi 1.16 það er hlutafélagavæðing Fjarðabyggðarhafna. Þetta er mál þar sem að ég óskaði eftir að yrði tekið upp inn í bæjarráði, einfaldlega til þess að fá bara úttekt á því hvaða áhrif það myndi hafa að fara með Fjarðabyggðarhafnir inn í félag, hvort sem það er OHF eða samlagsfélag eða hvaða form það er, og skoða þá alla kosti og galla við það. Þetta getur þetta haft ákveðna ókosti í formi skatta, að þetta myndi hafa það í för með sér að við færum að greiða skatta af þessari starfsemi. Það fer hins vegar eftir félagaforminu. Þetta gæti haft jákvæð áhrif á fjárfestingar. Við gætum staðið betur að fjárfestingum í höfnunum okkar og við gætum farið að borga arð til sveitarfélagsins. Og þannig að þetta er einfaldlega bara tillaga það að við skoðum og metum hvort að það væri jákvætt að stíga þetta skref með tilliti til þess að við værum að fá meira út úr höfnunum okkar og við gætum staðið enn betur við þær skuldbindingar sem að þar eru og þær áskoranir sem að eru á næstu árum. Þá er það næsta fundargerð sem er fundargerð 730. Það er liður 2.10 sem langaði örlítið að koma hérna inn á. Viðmiðunar launatafla sveitarstjórnarmanna 2019 til 2033. Þarna er verið svona að fara yfir hvaða þóknun sveitarstjórnarmenn fá fyrir sín störf eftir stærð sveitarfélaga með við íbúa þeirra, og þarna kemur í rauninni bara fram að við erum talsvert langt á eftir öðrum sveitarfélögum í þessari stærð og okkur er smá vandi á höndum. Það eru þetta mjög miður að þurfa að semja sín eigin laun sjálfur. Það er bara alltaf þannig, en það er og þá er það líka bara sérstaklega vont að vera dottinn aftur úr og það er ekki gott að sveitarstjórnarmenn séu langt á eftir öðrum og erfitt að taka stór stökk í þessu. Það er líka erfitt að ákveða sér og okkur hækkun þóknunar þegar að það er ekki jafnvægi í rekstrinum og þá er þetta svona okkur svolítið vandi á höndum og við höfum frestað þessu áður, og það er að hafa það í för með sér að við erum komin aftur úr og þetta er í rauninni alltaf þessi spennitreyjar sem við erum í að hvenær er rétt að við svona höldum í við þá þróun sem er í þessu og ekki auðvelt að taka þessa ákvörðun. Fleiri ekki bili. Takk fyrir þetta. Fröður List og Heimir Snær Gylfason, við biðjum orðið, gjör svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðrir fundarmenn. Já, ég vil eiga nokkur orð um Fiskildissjóðinn, lið 1.10 í Fundargerð Bæjarráðs. Þetta er frábært að fá þessa peninga og við getum bara ekkert annað en fagna því að þessi sjóður hafa verið til og við höfum kallað eftir því að þessi peningar skili sér til sveitarfélagsins. En ég tek líka undir það að það er kannski óeðlilegt að það séu ekki í þessari nefnd menn og konur sem eru í sveitarfélagunum sem hýsa þessa starfsemi. Ég vil líka fagna því að eins og er margir liðir undir umsóknir lóða. Það er frábært að hér skuli vera fólk sem vilji fara að framkvæma og gera eitthvað, og það er kannski vísbending hvað koma skal.
og nú vonum við bara að fólk vilji líka flytja til okkar, séum ekki bara hræri í pottinum. Ég vil líka undir Bæjarráð 730 fagna trjákurls tilraunarverkefninu. Ég held að þetta eitthvað sem eigi eftir að sýna sig og sanna að muni skipta sköpum á köldusvæði. Auðvitað hefði maður viljað að það væri eitthvað annað en að brenna timbri en þetta samt undir því að umhverfisvænu toga, því að þetta eru timbur sem annars væri urðað og engum til gagns. Og þar alveg ekki, ef að þetta gengur vel, þá alveg óhemju til af timbri sem hægt að nota í þetta og nýta betur, og þar alveg þá kannski ýta undir skógrækt og nýta þá þessi tré þegar þau hætta að binda eins vel. Annað var það ekki. Ég bara fagna öllu þessu jákvæða sem í fundargerðinni hjá okkur núna. Takk fyrir þetta og orðið listum fundargerð Bæjarráðs. Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri orðið, gjörðu svo vel. Forseti og góði bæjarfulltrúar, aðeins að fá að koma inn á nokkur atriði, svo sem ég ætla ekki endtaka, en ég taka samt undir mig heimi að það afskaplega margt í fundargerðum og núna í okkar kannski umhverfi sem bendir til mikillar bjartsýni og að hvetur gefur tilefni til bjartsýni, bæði lóðumsóknir og þau verkefni sem við vinnum að núna og þau verkefni sem að teiknast upp, sem ég held að verði þessu sveitarfélagi mjög til frambúðar í framtíðinni. Kannski aðeins bara koma inn á liði í fundargerðum Bæjarráðs þessum tveimur sem hér eru til umfjöllunar fyrst í 729, liður 5, sem bara til að vekja athygli bæjarfulltrúa. Við fórum í útboð á tryggingum sveitarfélagsins núna í sumar, í sumar. Í ljósi þess að við töldum að það veri komin full ástæða til þess að fara. Sá samningu var út runnin, eða við nýttum okkur ekki endurnýjunarheimildir í honum, heldur færum í tiltekt í þeim efnum, yfirferð og útboð. Og eins og kemur fram þá við höfum verið í viðskiptasambandi við TM núna síðustu ár og þeir voru núna lagsbjóðendur og sem við höfum svo sannreynt og Bæjarráð samþykkti að ganga því tilboði og það verður núna gengið frá því á næstu dögum og þeir verða þá hér áfram okkar tryggingafélag. Það er okkur mjög brýnt að eiga í góðum samskiptum okkar tryggingafélag og við munum leggja mikla áherslu á forvarnir í þessu samstarfi eins og við getum kappkostað, því að það er þetta bara til hagsbóta bæði fyrir okkur sem neytendur og síðan fyrir tryggingafélagi að það sé sá málaflokkur sé vel rekinn. Það reynir lítið á hann nema þegar á þarf bara nauðsynlega að halda. Aðeins hér í sambandi við lið 8, þróunarverkefni og atvinnulíf, bara svo sem eins og við þekkjum og bæjarfulltrúar vita og hafa tekið þátt í, að þá erum við á góðu róli, eða við erum í heilmiklum samtölum og viðræðum núna í tengslum við grænan orkugarð, það verkefni. Það teiknar sér nú upp vonandi og að tekna sér mjög hratt upp núna, ýmsir áfangar þar núna. Við gengum frá letter of intent eða viljayfirlýsingu milli okkar Landsvirkjunar og Copenhagen Infrastructure Partners orkunýtingu frá þessum orkugarði, ef hann vonum verður. Og það samtal hafið, áttum hér fund í gær með aðilum, þar sem við erum að horfa á náttúrulega auka afurðin aðra sem tilfellur, sem heitt vatn, gríðarlega mikið magn af heitu vatni, og erum þá að skoða fýsileika þess að fara í húshitunarverkefni, hitaveituverkefni, skástrík fjarvarmaveitu verkefni hjá Reyðarfirði og fara að meta það út frá þeim þekktu stærðum sem þarna eru. Jafnframt í tengslum við þessa undirritun sem fór fram síðasta þriðjudag fyrir rúmri viku síðan, að þá var gerð hér tímóta samkomulag líka einnig við laxa fiskeldi þróun líka á. Það sömuleiðis að horfa á nýtingu heitu vatni og súrefni sem fellur til í gríðarlega miklu magni við rafgreiningu vatnsins eða framleiðslu vetnisins, við síldarvinnsluna nýtingu orkugjafana sem eldsneyti og síðan fyrirtæki sem heitir Ammonia og fyrirtæki
sem horfir mjög til meðal annars áburðarframleiðslu á kolefnislausum áburði. Þetta allt saman mjög mikilvægar áfangar í orkugasverkefninu og verða unni núna á þessum vettvangi áfram. Þannig verið eins og kom fram hjá mér áðan, verið að ræða afurðir verkefnisins, nýtingu þeirra innlands, hugsanlega flýtingu á orkuskiptum. Þannig að þetta er gríðarlega spennandi og verður mjög áhugavert að vinna þetta áfram. Þetta verður svona verkefni næstu mánaða að fara í gegnum þessa viðræður í þessu og samhliða því sem við ræðum þetta áfram líka, ef ekki að segja að útfærslu, lóða og fleira, þannig að þetta svona málið tækja á þessu greinilegri mynd og við fyllumst bjartsýni, göngum með þessum full bjartsýni, þarna sé að koma einn stoðin enn, mjög mikilvæg stoð undir atvinnulífið okkar hér í Fjarðabyggð. Bara tek undir svo aðri hérna með þessar 2 styrki eða almenni samgöngunar getur sannlega sett þessi styrkur. Hitt það kannski, svo við komum fram hjá öðrum, eðlilegt kannski svona afgjald að vissu leyti, sem að svo sannarlega hefur verið gagnrýnt hér mjög harkalega í gegnum tíðina að við séum ekki með einfaldari leiðir í þessu heldur en þetta form. En enga síður meðan það form þá held ég að við getum alveg sannlega sagt að hérna við unnum þær umsóknir og unnum með þau verkefni sem að innviða uppbyggingunni falla í þessum sem uppbygging á viðbyggingu leikskólans á Eskifirði og hérna. En vonandi verður það til þess að þessum að verið tekin upp á nýju og menn fari út úr þessu formi að stofna sjóði. Það mjög afskaplega einfaldar leiði til þess að setja upp afgjald, við getum talað það fyrir fiskeldið, gagnvart þeim stöðum þar sem fiskeldið fer fram. Í þennan sjóð geta eingöngu sveitarfélag sem fiskeldið fer fram sótt í og það var svona, það var ákveðin vonbrigði að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra núna á sínum tíma þegar þetta yrði niðurstaðan að fara þessa leið frekar heldur en þá bara einhvers konar fasteignagjaldar leið. En enga síður þarna fiskeldið á Íslandi að greiða samt og það á næstu 7 árum mun það byggjast upp þessi sjóður eins og þetta sett upp núna frá því að núna vorum 130 milljónir til úthlutunar, gert ráð fyrir að verði í janúar 170 og þetta verður 1,2 milljarður eftir 7 ár. Svona með við lífmassaspár, þetta var reiknast út frá lífmassa. Þannig að vonandi verður að það gera breyting og þetta verður gert svona einfaldara allt í sniðum. Sem ekkert að tjá mig annað svo Ragnar kom inn á, það gefst tækifæri til þess með fyrirspurnum Fjarðabyggðarhafnir. Það verður að vinna svar við því og byggð á fyrir samantektum og það sé gott að taka umræðu með þessi mál og skoða allar hliðar í þessu. En ég vil nú samt taka það sérstaklega fram að ég til að Hafnarsjóður Fjarðabyggðar standi mjög vel við sína skuldbindingar í dag. Gagnvart sínum notendum, enga á síður, en það sjálfsagt eðlilegt að skoða á honum öllu form. Aðeins bara vekja athygli á lið 14, húsnæði sjálfseignarstofnun á landsbyggðinni. Þarna breyting á ferðinni á formi sem við þekkja eru húsnæði sjálfseignarstofnanir ætlaðar, þar hafa sveitarfélögin geta sótt í samstarfi við aðila byggingu húsnæðis fyrir tekjulága einstaklinga. Þetta kerfi náttúrulega byrjaði að ekki segja að það hafi hafist svona stærstu verkefni í svo hófust strax í tengslu við Bjarg á höfuðborgarsvæðinu, þessi Reykjavíkurborg og verkalýðshreyfingin og byggt gríðarlegt magn íbúða. Síðan hafa verið minni samlög all land í tengslu við þetta. Við gengum frá umsókn í vor í samstarfi við Bæjartún sem ætlaði sér í slíka byggingu hér á 4 íbúðum, en núna hefur verið tekið eins og ákvörðun í húsnæðis- og mannvirkjastofnun að því að þetta sem að þekkja, þannig að ræða smáar sjálfseignarstofnanir í flestum tilvikum til landi, 2 til 4 íbúður með víða, að þetta verði undir formerkjum húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, reikið undir Bríet húsnæðisfélaginu, eða leigufélagi húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og þarna verði þeim öllum þessum samlögum komið fyrir og þá leið getum við sagt að með því náist þetta stærðar hagkvæmni í rekstur þessara félaga og við tókum svo mundir að við teldum að við sæjum sem engin
enga annmark á þessu verkefni að fara í þetta form, en það þarf náttúrulega að vinna þessar breytingum mjög hratt því að það er búið að bíða hér eftir svörum framlög í húsnæðis sjálfseignarstofnanir nú nokkuð lengi vegna þessara breytinga. Síðan náttúrulega bara eins og við komum fram, hér er mikið umsóknum með lóðum núna, það er mikil gangur í því og það er afskaplega jákvætt, hús farin að rísa víða og annars þar vonandi fyrir að sjá það fara af stað. Þarna var verið að útluta á Eskifirði og svona þessar lóðir Ystidalur og Miðdalur munum svo taka breytingum að heita Árdalur 2-18, vera kennd við þá götu, verða sem sagt þarna er verið að tala um 9 íbúðir sem fara í byggingu á þessu svæði. Ásamt því að það var Nestak var að sækja út á Norðfirði. Við áttum samtöl við þessa byggingaraðili mitt núna til þess að svona heyra og sjá hvernig þeir sæju tímalínu fyrir sér og þetta vonandi fer bara að fara á stað sem fyrst. Þannig að það er gríðarlega jákvætt hér Reyðarfirði er bara heilmikil uppbygginga svo er. Fossfirði sömuleiðis hafa verið að rísa hús. Það eru hugmyndir upp húsnæðis eða byggingu á Breiðdal. Þar eru aðalega að skoða. Þannig að það er gríðarlega jákvætt að sjá þennan mikla áhuga og hann raungerist núna vonandi á næstu mánuðum í að hér rísi húsnæði sem víðast. Það var ekki fyrir fórsti. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Það er engin beðið orðið en ég ætla kannski aðeins að koma hérna inn og tek bara undir með þeim bæjarfulltrúum og bæjarstjóra sem hér hafa talað. Að liður 19 í fundargerð 730, það er haustþing SSA sem verður haldið hérna í Fjarðabyggð 19. og 20. nóvember næstkomandi. Þannig að við bæjarfulltrúar hafa það í huga. En aftur orðið er laust og enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð bæjarráðs nr. 729 og 730 upp til samþykktar. Þeir sem það samþykkja gefur mér. Það er samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Næsta dagskrá eru fundargerðir eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 297 og 298 sem eru einnig bornar hérna upp saman til samþykktar ef enginn veiti því andmælum og leiði ekki orðið laust undir fundargerðum ESU þá ætla ég hérna aðeins að fara hérna yfir nokkra liði. En í báðum þessum fundargerðum eru liðir sem tengjast fjárhagsáætlun svo hefur komið fram og sem hefur þá þegar verið vísað til bæjarráðs og fjárhagsáætlun verður svo tekin fyrir til fyrri umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar. Í fundargerð 297 þá í starfs- og fjárhagsáætlun þá bókaði nefndin lagði nefndin áherslu á að fá niðurstöðu frá Mannvit þar sem verið að vinna hvað leiðir sé færa til að einangra Fjarðabyggðarhöllina miðað við burðarvirki hennar. Einnig bókaði nefndin eða samþykkti nefndin að byggja upp körfuboltaaðstöðu við Eskifjarðarskóla með tilliti til tveggja karfa og hérna ásamt því að horft verði til uppbyggingu lóður við gamla barnaskólan á Eskifirði samkvæmt samningi þegar öll gögn liggja fyrir nefndinni og hún getur tekið þau til umfjöllunar. Það er sem sagt hönnunargögnin og annað sem eru ekki komin til okkar. En vonandi fara þau að skila sér. En að öðru leyti samþykkti nefndin þessar áætlanir en frá því að þessi fundur var og kemur nú kannski inn á það á síðasta fundi sem sagt ESU nr. 298 að þá samþykkti sem sagt nefndin tillögu frá sviðsstjóra að framkvæmdasviðs að byggja upp sem sagt körfuboltavöll við Eskifjarðarskóla og með tilliti þá til að verða tveggja körfuvöllur með undirlagi og það var samþykkt að hefja þær framkvæmdir sem fyrst og það rúmast þá innan fjárhagsáætluna þessa árs og það er mjög jákvætt og hefur verið mikið kallað eftir því. En á öðru leyti verið horft til frekari uppbyggingu íþróttamannvirkja samkvæmt gildandi deiliskipulagi. En samkvæmt að þessi bókun var gerð þá hefur eins og hér hefur komið fram og mjög ánægilegt að kom styrkur frá Fiskeldissjóði sem að fer þá í viðbygginguna í leikskólan Dalborg á Eskifirði. En heildar upphæð þessara framkvæmdar eru sirka
280 milljónir og þannig greiðlega gott að fá þarna tæpar 43 milljónir inn í þetta verk. Og í rauninni í sambandi við Fjarðabyggðahöllina, þar eru samkvæmt nýjustu upplýsingum þá eru ekki komnar þessar niðurstöður. Einnig vil ég koma aðeins inn á gjaldskrárnar voru almennt afgreiddar með 2,4% hækkun frá nefndinni, en það eru þó skilmálar og lögvarðandi sumar þessara gjaldskráa sem við falla undir nefndina og þá má nefna sko þegar breyting á skilgreiningu í gjaldskránni og svo varðandi B-hluta. Að þar eiga gjaldskrára standandi kostnaður, rekstri, framkvæmdum og viðhaldi og ætla ég fara yfir nokkur atriði en öllum þessum gjaldskrám er búið að vísa til bæjarráðs til endanlegrar afgreiðslu og þessar ákvörðunar sem nefndin tók voru þær upplýsingar sem nefndin hafiði á þeim tíma. En það er gjaldskrá, það liður 2 í fundargerð 297, gjaldskrá hunda og kattahalds í Fjarðabyggð. Það var sem sagt lagt fram minnisblað umhverfisstjóra varðar tillögur og breytingu á skilgreiningunni í gjaldskránni og nefndin samþykkti það og mér langar bara aðeins að fara hérna yfir það með ykkur. En svona helstu breytingar það eru að hundaleyfisgjöld og kannski taka fyrst fram að hækkunin var samþykkt 2,4% hækkun á gjaldskránni. En þessar breytingar, það þess að hundaleyfisgjöldum, þá 50% afsláttur á leyfisgjaldi fyrir hund sem hefur farið í hlýðninámskeið með eiganda umsjónarmanni hjá viðurkenndum hundaþjálfara. Ef skráðir eru fleiri en 1 hundur á heimili, þarf skráður eigandi umsjónarmaður hundana að fara með hvern og 1 hund á námskeið til að fá þennan afslátt á leyfisgjöldum. Kattaleyfisgjöld, það 50% afslátt af leyfisgjöldum katta gegn staðfestingu þess að kötturinn hafi farið í ófrjósamisaðgerð. Umsýslugjald samkvæmt 1. grein gjaldskrá Fjarðabyggðar farið almennt viðhald og lagfæringar á kísukoti og hundageymslu á Kollaleiru, lagfæringu á hundasvæðum og uppbyggingu á afgirtum hundasvæðum. Það fræðsla gæludýrahald. Það umsýsla með að námskeið sé boði í sveitarfélaginu og fleira og umsýslugjald að fari jafnframt í rekstur dýraeftirlitsbíls sem þarf sannarlega verið til taks í tengslum við eftirlitið. Bakvattarsími, útkall ef hundur veldur ónæði og svo framvegis. En það í rauninni gjaldskráin, það svo breyting þar að það sem að bæjarráð mun svo taka fyrir að það sem sagt tryggingar inn í sem lagt til og lögfræðstofa búin að skoða yfir að verði teknar út sem sagt tryggingar inn í þessu gjaldi. En svo það liðið 3 í fundargerð 297, það gjaldskrá Vatnsveitu Fjarðabyggðar og nefndin samþykkti fyrir sitt leyti 2,4% hækkun en á öðru bóka einnig að öðrum tillögum að breytingum að vísa til bæjarstjóra og fjármálastjóra til frekari skoðunar. Þannig að það í vinnslu og liður 7, það gjaldskrá Fráveitu Fjarðabyggðar að þar bætt inn, það þessi 2,4% hækkun en bæta inn í gjaldskrána nýjum gjaldflokkum vegna mismunandi stærðar lagna og forstöðumaður Veitna kominn á fundin og þetta það sem hjá flest öllum sveitarfélögum. Þannig að bæjarráð mun taka þetta fyrir. Það liður 10, það svæðisskipulagsnefnd 2021 sem var lögð fram til kynningar og bæði svo minnisblaðum stöðu mála og tímalínuna á þessari vinnu. En á haustþingi SSA sem verður núna, eins og ég kom inn á áðan, 19. til 20. nóvember, þá mun svæðisskipulagið eiga nokkuð sviðið og farið verið vel yfir smál og hvet ég bæjarfulltrúa að kynna sér málin vel. En ég ásamt sviðsstjóra fyrir umhverfis og skipulagsins sitjum sem aðalmenn í þessari nefnd. Og eins og
flestum nefndafundum undanfæri misseri mikið úthlutunar á lóðum eins og hér hefur komið fram byggingarleifum og endurnýjun á lóðarleigu samningum og það ekkert öðruvísi í þessum fundagerðum en hefur verið og bara vonandi fyrir við að finna fyrir og fá sjáanlegan uppgang í uppbyggingu húsnæðis hér í Fjarðabyggð. Í fundagerð 298 aðeins að koma inn á lið 20 þá lögð fram tillaga tillögur af fjölskyldugarði í Fáskrúðsfirði þar sem svona endanleg útfærsla og nefndin list vel á þær tillögur og hann sá garður þetta svona í takt við það eins og hann hefur byggst upp. En orðið laust fundagerðir Reykjavíkurskipulags- og umhverfisnefndar. Gjörðu svo vel. Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið. Forseti bæjarstjóri og aðri bæjarfulltrúar örlítið varðandi fundagerð Reykjavíkurskipulags- og umhverfisnefndar númer 298 liður 4.2 vakti athygli mína þetta jákvætt að körfuboltavöllurinn sé að fara í uppbyggingu það er búið að vera svona, var sótt hann fyrir einhverjum 2 árum ef ég man rétt að fara í hann og það er svona það sem að vekur athygli mína þessi bókun að það sé svigrúm í fjárhagsáætlun ársins og það svona vekur athygli mína á því að þá velti ég fyrir mér hvaða fjárhagsáætlun er verið að vísa til er þá verið að horfa á einstaka lið eða fjárhagsáætlun sveitarfélagsins eða er það Reykjavíkurskipulags- og umhverfisnefndar við erum að fara fram úr fjárhagsáætlunum í mörgum liðum öðrum ekki og þannig er einfaldlega rekstur, hvort sem það er sveitarfélag eða fyrirtækja að eitt getur kosta meira en áætla var og þá hafa menn svigrúm annars stað til þess að mæta þeim útlátum en þannig að ég velti því svolítið fyrir mér ef við förum fram úr í einstaka liðum og við ætlum að enga síður að halda til streitu að fara upp í topp í öðrum liðum að þá stefnum við einfallega í óefni og við verðum einfallega að horfa til þess að þetta er sameiginleg ábyrgð okkar allra að reyna að mæta þeim áföllum sem við verðum fyrir í rekstri með því að draga úr öðrum útgjöldum og auðvitað er þetta ekki há upphæð en ef að menn skoða þau lög sem að gilda fjárhagsáætlanir sveitarfélaga í sveitarstjórnarlögunum að þá eru okkar ríkar skyldur settar gagnvart því að ákveða að færa til fjármuni á milli liða og þó svo að þetta sé ekki há upphæð að þá er andi lagana einfallega einfallega þannig að fjárhagsáætlunin er bindandi og eftir henni verður að fara og hún er þannig af ástæðu. Ég þakka bæjarfulltrúa Ragnari fyrir og ætla að svara. Það var tekin ákvörðun og þetta var þessi tillaga frá sviðsstjóra framkvæmdasviðs og það er svigrúm innan þessa liðar og fyrir þessum framkvæmdum og meðal annars að þá hafa verkefni verið unnin á hagkvæmari hátt hér í sambandi við leiktæki og uppsetningu þeirra og tæki í sumar og meðal annars að þá hafa starfsmenn okkar unnið þessa vinnu og við verðum og ég treysti bara okkar stjórnendum að þessi að gefa okkur réttar upplýsingar og ásamt því að þá voru allir sammála þessu í nefndinni og líka fyrsti bæjarfulltrúi sjálfstæðismanna sem situr í þeirri nefnd sem hún er reyndar ekki hér í dag en það voru allir sammála þessu og þetta rúmast innan þessa liðar en orðið er list. Ragnar Skjörsvöld.
Takk fyrir. Það var í rauninni svaraði minni spurningu. Það í rauninni svigrúm innan liðarins en ekki fjárhagsáætlunar. Og það í rauninni það sem ég var að spyrja um. Við hljótum að ætla okkur það að reyna að ná endum saman. Það alltaf okkar verkefni að forgangsraða öllum verkum sveitarfélagsins þannig að við komumst hjá því ef að mögulegt að taka lán og annað, og við erum í fjárhagsáætlun fyrir árið 2022. Það hefur gengið bara mjög vel og allt tekur það með að því að forgangsraða verkum þannig að okkur takist að ná að loka öllu gati. Og þessi framkvæmd, eins fín og flott og hún og alveg fyllilega ástæða til þess að fagna henni, en við verðum einfallega að horfa til þess að peningar á skortnum skammti og við verðum að horfa til sameiginlegra ábyrgðar í því að við verðum að ná að stilla framkvæmdum þannig að ef að einn liður að fara fram úr, að þá drögum við úr öðrum ef þess kostur. Takk fyrir þetta, en ágætt að benda á að fjárhagsáætlun uppgjör þess ekki lokið, en þetta gríðarlega jákvætt fyrir og mikil frá því 2020 búið að kalla mikið eftir þessu, og það lágu núna fyrir 2 tillögur inn í fjárhagsáætlun að mismunandi útgáfum, og þarna mættumst við á meðri leið og fundum þessa lausn, og auðvitað geta hver sem þá kosið með að móti þessari tillögu ef fulltrúar velja svo. En orðið laust fundargerð Eignarskipunar- og umhverfisnefndar. En það hefur enginn beðið orðið, og þá ætla ég að bera upp fundargerðir Eignarskipunar- og umhverfisnefndar númer 297 og 298 eftir samþykktar. Þeir sem það samþykja, merki. Það samþykkt með öllum 9 greiddum atkvæðum. Þá fundargerð Hafnarstjórnar númer 268, orðið lausnum á fundargerð. Jón Björn Hákonarsson, bæjarstjóri, orðið, gjör svo vel. Já, forseti og góðir bæjarfulltrúar, bara aðeins að koma hérna upp undir lið Hafnarstjórnar og kannski svona vekja athygli á lið 4 við sem tengist reyndar fjárhagsáætlun næsta árs sem við erum að fara í útboð núna með hefja útboðsferðir núna næstu vikum á svona lokum bryggjunar eða eins og kallar hann frystúrsbryggjan eða bryggjan við nýja fiskiðuverið, held ég einu betur orðið við út af Eskifirði, það sem þetta glæslega fiskiðuver SQR. Sú framkvæmd hefur núna verið í gangi síðust 2 ár, voru unnin í henni heilmiklir verkþættir í ár þó að þeir voru ekki svona sýnlegir á vettvangi, því að það var að ganga frá svo kallað þybbum og hólplötum og fleira sem allt saman mjög skemmtileg orð, en sem liður í því að klára bryggjuna í heild sinni. Og nú ætlum við að fara í útboðsferli bæði til þess að svona átta okkur á áhugum og líka bara til þess að hafa til hliðsjónar í vinnunni. Og núna framöndan næsta ári, þannig að þeirri framkvæmd loki og hún komi til í fulla notkun svona síðar í part næsta á síð minnsta. Og þetta verður gríðarlega mikill áfangi að taka þessa stóru bryggju í notkun. Hún mun þjónusta þarna vel þessi miklu umsvið sem orðin eru í kringum þetta svæði á Eskifirði í tengslum við bæði frystigeymslu og fiskiðuverið og hefur verið beðið eftir. Þannig að það verður ánægjuleg stund þegar við ljúkum henni. Aðeins vil líka bara vekja athygli bæjarfulltrúa á lið 5 Hafnarstjórn samþykkti var lögð fyrir Hafnarstjórn drög að viljayfirlýsingu milli Fjarðabyggðarhafna og Rotterdam hafnar í Hollandi sem með þekkja sem stærsta höfn Evrópu og með umsögðar mikil orkuhöfn. Við höfum verið í samskiptum og samtali við þá núna nokkuð tíma, svo Hafnarstjórnir kunnutum og bæjarstjórn eflaust líka svona þá ýmsa fleti sem við eigum sameiginlega með þessum miklum þrátt fyrir ekki segja svolítið stærðarmun, þá samt alveg gríðarlega margir samstarfs og samfletir við þá
og við ætlum núna að það við gerum ráð fyrir þessi viljayfirlýsingu er undirrituð næstu viku þegar að ég mun sækja á samt verkefnisstjóra Hafna fund til Rotterdam sem boðið til á hollensku stjórnvöldum sem okkur var boðið til sem er svona það sem verið farið yfir og rætt framleiðsla á grænum orkugjöfum, flutningasmöguleikar og fleira á samt fleiri höfnum úr heiminum og var mjög ánægilegt að fá boð á, eða svona hafa mikil viðurkenning finnst mér felast í því fyrir Fjarðabyggð og Fjarðabyggðarhafnir að fá boð á slíkan viðburð og í svona mikið tengslanir sem það er verið að mynda í kringum þennan iðnað og þennan flutning sem því mun fylgja. Þannig að þetta er bara mjög ánægileg staða, ég segi þetta er svona kannski bitin enn í þessu stóra púsli í kringum endurnýjanlegu orkugjafana eða í kringum rafeldsneytisframleiðsluna sem vonandi hér verður að þá sé þetta svona einn liður í þeim efnum. Þannig að ég vildi nú bara svona vekja athygli á þessu forseti. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerð Hafnarstjórnar. Það er engin beðið orðið og þá ber ég fundargerð Hafnarstjórnar númer 268 upp til samþykktar. Þess að það eru samþykkja fyrir skeiðmerki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fundargerð fræðslunefndar númer 103. Orðið er laust þá fundargerð. Það eru engin beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð fræðslunefndar númer 103 upp til samþykktar. Þess að það er samþykkja geðmerki. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð félagsmálanefndar númer 147 og orðið er laust fundargerð félagsmálanefndar. Það er engin beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð félagsmálanefndar númer 147 upp til samþykktar þess að það er samþykkja geðmerki og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 92. Orðið er laust og Pálína Margeirsdóttir formaður nefndarinnar biður orðið gjör svo vel. Forseti og góðu bæjarfulltrúar, það er náttúrulega íþrótta- og tómstundanefnd eins og öðru nefndum að þá hefur fjárhagsáætlun tekið svona mestaplásið, en mér langaði aðeins að koma inn á lið 7 í þessari fundargerð. Þannig kom Magnús Árni Gunnarsson sem verkefnastjóri og kynnti fyrir okkur samning við Skítadata sem er nýtt sem sagt korta og aðgangskerfi sem er verið að fara að taka upp í Fjarðabyggð. Það er hafin svona bakvinnsla. Þetta er náttúrulega eins og öll önnur kerfi sem að þarf að mata og þetta kemur þá í staðin fyrir kurrangkerfi sem að við erum að nota núna og er svona í sem sagt miklu möguleikar í þessu nýja kerfi. Við getum þá nota til dæmis í íþróttahúsin og líkamsræktarstöðvarnar okkar. Við getum notað þetta sem talningakerfi inn í almenningssamgöngur, aðgangsstýrikerfi að sorphirðu og það eru ótal möguleikar hérna bakvið og fólk getur fengið þetta í símann sinn. Þannig að ég held að þetta verði mikil happafengur því miður er kerfið sem við erum að nota núna, mér skilst að það virki bara á stökustað. Þannig að svona tölur yfir sundlaugarnar í sumar eða nýtingu á mannvirkjunum okkar eru ekki í góðu formi. Þannig að við bindum vonum við að með þessu nýja kerfi þá takist okkur betur að halda utan um það hvernig er verið að nýta húsin okkar. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Enginn hefur beðið orðið, þá ber ég upp fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar númer 92 upp til samþykktar. Þeir sem hana samþykkja geðmerki, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Næsta dagskrá er fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 41. Orðið er laust þá fundargerð. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð menningar- og nýsköpunarnefndar númer 41 upp til samþykktar. Sem þarf samþykja. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 10. Það er fundargerð barnaverndarnefndar númer 133. Orðið er laust þá fundargerð. Það er engin beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð barnaverndarnefndar númer 133 til samþykktar þeir sem það samþykkja. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og þar liggur eitt mál fyrir. Það er umsókn lán frá ofanflóðasjóði
2021 og bæjarstjórinn mun mæla fyrir þessum lið. Forseti, góði bæjarfulltrúar, eins og kom fram hér þegar forseti leitaði eftir afbrigðum, þá er hér lagt fram skuldabréf frá ofanflóðasjóði sem eru tekin í tengslu við ofanflóðaframkvæmdir eins og maður þekkja og við höfum náttúrulega áratuga reynslórið af. Þetta er semst fyrir þeim hlut sem sveitarfélaginu er skylt að koma með, sem er 15% að stoppkostnaði ofanflóðaframkvæmda, svo á baku það eins og maður þekkja ákveðin reikni formúla. Á fundi bæjarráðs 27. apríl síðastliðin var samþykkt að sækja þessar 64 milljónir vegna framkvæmda á árinu 2020, þetta er alltaf árið og eftir, en í upphæðlegri fjárhagsáætlun ársins 2000 gert við lántöku, við gerum ráð fyrir lántöku á 30 milljónir, en einfallega var ofanflóðaframkvæmdunum það var semst með þetta áætlun sem við skildi unni fyrir, en síðan var unnið fyrir ekki að segja meira fé, framkvæmdum hefur verið flýtt töluvert bæði á síðasta ári og þessu ári, veitt heimil til að vinna hraðar í verkefnunum og sem hefur fengist frá ofanflóðasjóði sem er mjög jákvætt. Og þessi viðbótar lántaka var aðeins sem hluta viðauka 1 sem við tókum hér fyrir vegna fjárhagsáætlunar ársins 2021 á fundi bæjarráðs 12. júlí, þannig að þar var gert grein fyrir bæjarráðs samþykkti og við leggjum hér til að bæjarstjórn samþykki þessa lántöku að upphæð 64 milljónir ofanflóðasjóði og að mér verði falið að undirrita skuldabréfið vegna lántökunar. Það var ekki fleira, takk. Orðið er laust þennan lið. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég eftir samþykkta lántöku að fjárhæð 64 milljónir króna úr ofanflóðasjóði og að bæjarstjóra verði falið undirritun skuldabréfs vegna lántökunar. Þeir sem það samþykkja finnst það skeifumerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæði. Þá er dagskrá fundarins tæmd og það verður boðið til næsta bæjarstjórnarfundar þann 4. nóvember næstkomandi með dagskrá. Þá verður fyrri umræða fjárhagsáætlun samkvæmt lögum sem þarf að fara fram í byrjun nóvember. Ég þakka fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.